Sandra, nú liðið komið til Þýskalands og þið eruð að ljúka fyrstu æfingunni. Hvernig er svona stemningin fyrir leiknum á miðvikudaginn? Stemningin er bara mjög góð og við stelpurnar bíðum spenntar eftir að leikurinn er flautaður á og mikil einbeiting í hópnum og fyrsta æfingin hérna mjög góð. Þið byrjuð náttúrulega 11 inn á en hópurinn er ekki stór. Hvernig heldur að það hafi áhrif á svona uppleggið og leikinn sjálfan? Ég meina við setjum upp leikinn þannig vitandi hvaða leikmenn við erum með og það hafa 14 leikmenn, það er nóg, við getum skipt 3 leikmennum vinna og það er nóg, en við bara fókusum á það sem er í okkar höndum og það bara er að nýta okkar styrkleika og vera þjættar varnarlega og hvaða leikmenn sem koma inn á. Væntanlega mjög líklega allavega tveir útileikmenn, það held að verða alltaf leyst vel og leikmenn er bara klárið þau hlutverk sem við fá. Svona alveg í hreinskilni, er möguleiki að slá út Wolfsburg? Það er alltaf möguleiki, þetta er bara fótboltaleikur, að byrja 0-0 þegar hann flautar á, þannig að það er alltaf möguleiki, en að sjálfsögðu vitum við að þetta er krefjandi verkefni sem við erum að fara í gegn gríðarlega sterku liði frá Þýskalandi, en það er allt hægt í fótboltanum. Keppinautarnir í Pepsi-deildinni kusuðu besta leikmanninn í sumar. Hvernig er tilfinningin að fá þessa útnefningu? Þetta er náttúrulega hrikalega stór viðurkenning og kannski eitthvað sem ég var ekki að búast við að ég er alveg hreinskilin, en þetta gleður mig mjög mikið og ég tek þessu mjög vel.